svona. Sjáu þetta ekki alveg þetta útskýrt, já. Já, ég lúkast að segja þetta frá. Þess gerðum rannsóknaráætlun þar sem við vorum að kanna þörfina á Akureyri og það gerðum við með því að tala við einstaklinga sem voru í tengslum við einstaklinga í neyslu í gegnum vinnu sína. Það voru lögreglan, lyfjafræðingur í apóteki og hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku og það kom í ljós að þeim fannst öllum að það væri að aukast neyslan á Akureyri, það eru yngri krakkar að byrja í neyslu og það hvergi á Akureyri hægt að fá hreinar nálar. Það var ekki hægt á bráðamóttökunni og ekki neins staðar. Þannig að þeim fannst öllum að það þyrfti að gera eitthvað í þessu. Og eftir að verkefni fór af stað, má ég bæta við að eftir að við erum búin að tala við fleira fólk, þá er fólk sammála að það vantar þjónustu fyrir þennan hóp og hópurinn er að stækka og það eru yngri einstaklingar að byrja að neyta vímuefna í æð, sem er líka svolítið ágefni. Það er gríðarlegur skaði sem getur hlotist af þessu. Já, þannig að síðasta sumar, þá vorum við boðar fund hjá Rauða krossinum, hérna á Akureyri, í deildinni. Þau voru svona að skoða það fyrir stað með þetta verkefni. Í framhaldi var bara búin til svona vinnuhópur og verkefnið fór svo af stað í janúar núna. Og við höfum verið að fara 2 viku. Við erum með vaktir 2 í viku, það kemur það næst. Þjónustan sem við bjóðum upp á er fyrst og fremst hreinn sprautubúnaður og bara fræðsla hvernig á að gera þetta á sem öruggustan hátt. Við spyrjum fólk hvernig það er að sprauta sig og reynum að hjálpa því að gera þetta á betri hátt. Mikilvægt að spritta og nota alltaf hreinar nálar. Við gefum öllum hrein nálabox, þannig að það getur losað sig við nálarnar því að það fleiri nálar komnar í notkun. Það var sem eru líkur að það væru ekstra viðvangi, þannig að allir fá nálabox hjá okkur. Svo erum við með umbúðir, við getum hreinsað sár. Við erum með hraðgreiningapróf til að greina lifrarbólgu C og HA, nýbúin með það. Og svo erum við með næringu, hleðslu og svona sem við getum gefið þeim. Og leggjum mikið upp úr fordómalausu umhverfi, þannig að þau geta rætt allt við okkur og við reynum að ráðleggja þeim hvað þau geta gert. Og reynum svolítið bara aðstoða þau þar sem að þau eru stödd. Það hafa alltaf ekki allir áhuga á neinu samtali við okkur sína neyslu. En það eru alveg margir sem að vilja læra og vilja hugsa vel sig. Og þau kannski hafa mestu áhyggjur sjálf og sínu líkamlega ástandi í tengslu við þessa neyslu. Og þau svona vilja alveg, langflestir vilja vera svona hugsa sitt. Við erum alltaf á mánudags- og fimmtudagskvöldum milli 8 og 10. Það er hægt að hringja í okkur að senda okkur á Facebook, Facebook-síðu. Og svo höfum við alveg verið að fá bæði símtöl og Facebook-skilaboð utan þessa tíma og við höfum alveg reynt að hitta skjólstæðingana ef við getum bara á öðrum dögum. Þar sem við byrjum bara á mánudags- og fimmtudagskvöldum og ætlum að sjá hvort það væri fínir dagar eða hvort einhver aðrir væri betri. Nú erum við bara að reyna að finna út úr því hvaða dagar eru bestir eða hvort þau þurfa að vera fleiri. Við erum bara svona þróa verkefni áfram. Já, og það sem við hefum kannski fram yfir það regnið fyrir sunnan er að við erum á algjörlega ómerktum bíl. Við þekkjumst ekkert, við erum bara venjulegum fólksbíl. Þannig að það getur enginn fylgst með okkur. Fólk þarf ekki að vera hrætt við að sjást fara í bílinn til okkar eða eitthvað. Ég held að það skiptir svolítið miklu máli í svona litlu bæjarfélagi eins og Akureyri. Við veitum hvernig fólk er forvitið upp til hópa. Það er alveg fylgst með. Eins og það er svo sem líka gildir Reykjavík, það er oft verið að hringja í símann til þeirra og segja að maður leggja ekki bílnum hjá sér. En það sé enginn í þessu nágrenni að nota vímuefni. Og við myndum örugglega lenda í sama hér ef við værum ekki, eins og öll umræðan er búin að vera hverja byggja svona þjónustukjarna fyrir þau. Vill náttúrulega enginn fá þetta í hverjum sitt. En það er samt allan reynslan okkar að það eru íbúðir í bænum í öllum hverfunum segja ég.
það sem einstaklingar hitta þessar sprautir sem vímuefnum í æð og það bara í öllum hverfum. Það kom okkur mjög mikið á óvart. Þetta stór hópur eiginlega. Já, fjölbreyttur. Já. Þegar við byrjuðum í janúar þá bjuggumst við ekkert endilega við því að það kemur strax einhverjir til okkar í bílinn. Fólk þurfti að treysta okkur. En það byrjaði bara strax á vakt 2 eða 3 og það kom einstaklingur til okkar og hefur verið bara svona reglulega síðan. Þetta bæði kallar og konur og aldurshópurinn sirka 20-35 ára sem hafa verið að koma til okkar. Já. Svo ætlum við bara að hafa spurningar, þetta sem ekkert mikið lengra hjá okkur. Sko, Rauði krossinn eiginlega með þetta verkefni, bæði hér og fyrir sunnan. Og við erum rauninni bara svona hópstjórar fyrir þetta verkefni hjá þeim. Allir sem vilja gera sjálfboðaliðar hjá okkur þurfa að fara svona sjálfboðaliðar námskeið hjá Rauða krossinum og það sér námskeið fyrir þetta verkefni. En það gífurlega svona öðruvísi hugsun sem að þarf að mæta í þessu með okkar daglega starfsemi viðbúðar. Þetta ekki við einu bíl í einu? Nei, það alltaf 2 saman á vakt, það er svona ákveðurikisættri. En það samt, sko, allir sem hafa leitað til okkar bara rosalega þakkláttir og þeim dettur ekki í hug að vera neitt svona með einhverja frekju eða tilætlunarsemi. Þau bara eins og þessi mjög þakklátt og þau meira svona, já, má ég fá, ég þarf ekkert nema kannski bara 10 sprautur eða það markmið hjá okkur að gefa 101 eða þess að þau meira fá 100 sprautur í einu. Þau öll svona eiginlega draga frekar úr því, vilja fá minna heldur en meira. Bara svona, það ekki svona heimtufreki eða neitt þannig. Hvað þetta margir þannig á Akureyri? Sem hafa komið eða sem Já, það stór hópur. Sko, þegar við vorum að gera rannsóknaráætlun þá svona var talið að vera 20-30 einstaklingar. En nú þegar hafa leitað svona 15 einstaklingar til okkar og við vitum að við erum ekki að ná til allra. Það einmitt ekki einstaklingarnir sem að við bjuggumst við að væri á þessum stað. Svona veit af nokkrum á Akureyri og þeir ekki, þeir sem eru svona þekktir en Akureyri hafa ekkert endilega að koma til okkar. Þannig að þetta greinilega miklu fleiri sem maður veit ekki af, eða sem kannski enginn veit af. Ég held þessi líka svona frekar algengt að fólk kannski tekur tímabil þar sem að þau eru að neyta vímuefna í æð, svo kemur tímabil þar sem að nota einhver önnur vímuefni, ekki endilega í æð. Þannig að þetta svona breytilegur hópur. Já, þetta sko, sendinir og allt. Það bara fyrir drifskeri. Og hvað í boði hér? Þannig að þeir sem að selja þetta geta stjórnað þessu dálítið. En Ég var ekki allan tímann þegar þetta fara að stramma á. Við eitthvað að gefa sýklalyf, því að morgun gera mánudaginn þá voru að tala það fyrir sunnum þegar að gefa þau voru með sýklalyf í. Það ekki komið til okkar. Nei. Það var líka bara til pröfu svona. Það var svona reynsla, átti að koma reynsla á þetta og sjá hvort að fólk, af því að það var það reyði sjálf það engin meðferðarhæfni sem sýndi svo að vera það var rökin gefni að þeir fara ekki að gefa sýklalyf í bílum sko. En það sýndi svo að vera akkurat öfugt, að meðferðarhæfni var gríðarlega góð, kláruð skammtana og þetta gafgóður raun sko, þannig að þetta kemur upp á honum í hingað. Þegar það sko, í Suðurnesjum. Já. Þetta líka þegar við náum að mynda önnur tengsl við þennan hóp heldur en heilbrigðisþjónustan, typiska heilsugæslan og sjúkrahúsið og svona. Því ég kom inn í þetta líka, erum þið líka hjálpað? Já. Ég langaði bara að takk fyrir þetta alveg frábært og gott og flott framtak hjá þetta. Ég langaði að spyrja því við nefndum Facebook-síðu. Hvernig upplýsingar eru það sem að fara á milli varðandi notkunin á Facebook-síðu? Þannig að það einstaklingar að segja okkur Já, bara hvernig eru þessi samskipti á milli ykkar og einstakling og hvað er? Í rauninni notum við þessi Facebook bara mæla okkur mót einhvers staðar. Við erum ekkert mikið að spjalla eitthvað umfram það á þeim miðli. Þannig að við í rauninni viljum alltaf hitta einstaklingar. Hvað hafið þið auglýsingar á? Er það bara orðið á götunni eða hvað? Svolítið sko, en svo náttúrulega bara líka Facebook. Við erum búin að dreifa nafnspjöldum. Hvað hafið þið dreift? Öll apótek, heilsugæslustöðina, löggustöðina. Þetta í sjúkrabílunum líka.
og svona á þá staði sem okkur fannst kannski einhverja líkur á að eitthvað myndi sjá þetta. Og svo höfum við alltaf byrjum allavega að láta alla sem koma til okkar fá nafnspjöld til að dreifa til vina sinna. Og svo Svala sem sér Frú Ragnheiði fyrir sunnan, hún var búin að vera í sambandi við einhverja einstaklinga hér og þau voru búin að láta orðið berast. Þetta alveg áður en við byrjuðum, þetta væri þannig að þau vissi alveg áður en við byrjuðum. Jú, hérna bráðmálskunni, já. Ég held mögulega á geðdeildinni. En það náttúrulega kannski fyrir ekki alveg saman skaðamingun og hérna starfið þar. Já, eða svona, veit ég. Þeir sem að koma, þetta ekki verið að hafa áhuga á því þetta, eða þeir bara að hugsa Já, þau hafa mikið margir. Og gera stanslausa tilfinningu til þess. En þau eru líka, finnst mér, margir sem koma segja alltaf út af því að ég smitaður eða út af því að einhver annar sem eru með smitaður. En þau eru mjög mikið að hugsa þú veist eins og lifrarbólgu sé og svona, þau vilja ekki smita aðra, þannig að það oft ástæðan fyrir að hringja í okkur. Að einhver í hópnum við smitaður, þau vilja fá hreina nálar. En vitið til þess að hefur fólki sem þið vísa frá, var það ekki fá nálar eða sprautur hér niðri á bráðmálskunni? Já, það var búið að taka fyrir það. En núna má það eru aftur við með svona box frá lifrarbólgu átakinu sem með nálar og allt sem þarf, en það bara eins og fyrir suma einstaklinga dugar það bara í sólarhring og það styttra og geta fengið miklu meira magn hjá okkur. Já. Og svo erum við með samning, þannig að við getum komið með þessum einstaklingum á bráðamóttökuna og tekið blóðprufur hjá þeim. Þannig að þau þurfa ekkert að borga og þurfa ekki að koma ein, við getum farið með þeim. Það bara hjúkrunarfræðingar sem eru sjálfboðaliðar? Eins og núna, já, hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarnemar. En það öllum frjálst að vera með og við ætlum að vera námskeið hérna í lok maí, eða 24. sem við erum bara að auglýsa, þannig að við erum endilega að fá fleiri sjálfboðaliða. Finnst ykkur að væntina að þurfi fleiri starfsfólk? Er þetta það mikið? Já, manni finnst það. Sérstaklega því að þetta kannski sá hópur sem á kannski erfitt með að fylgjast með tímanum og svoleiðis, þannig að við erum að vera mikið að auka vöktun. Þá kannski aðeins erfiðara að fara að manna það alltaf. Sérstaklega kannski fyrir sumar eða svona og flestir eru í vaktavinnu sem eru hjá okkur, þannig að Hvað er það á margir? 15 sjálfboðaliðar. Og það er svona von okkar að við fáum að bæta við einni vakt á viku. Það er bara auðvelt regna að þá kannski minnka þetta líka á móti að vera að fara svona þegar það ekki vakt. Það er ekkert brjálæði að gera samt alla vaktina, þetta er bara, þurfum bara að vera með síman á okkur og svona, þannig að við viljum helst hafa fleiri daga í boði út af því að þau eru ekkert endilega að fylgjast með bara já, mánudagur, fyrst að græja mig fyrir vikuna eða eitthvað svona tímist bara. Þau eru mjög oft að fá skilaboð bara á kvöldin og öðrum tímum. En eins og þetta námskeið hjá okkur hérna 23, af því nú var ég að skrá mig eða senda fyrirspurnar með langar að taka þátt í þessu, en hérna er þetta á kvöldin eða er þetta á dagvinnu tíma eða hvernig hafið þetta uppsett? Námskeið verður örugglega á kvöldin til. Já, það var sjöfnarpartin, mögulega, já. Það þarf ekki skipta vakt. Þetta er ekki alveg staðfestu tími, en við reiknum með að verði staðstöðingar. Þetta er þannig að ég ímynda mér og svona þekki aðeins til þannig fyrir sunnan, en þetta er gríðarlega mikil hugarfarsbreyting og sjálfskoðun sem á sér stað, sko. Þetta er samt líka hlutur sem að við eiga svona eitthvað sem við þurfum að innleiða hjá okkur, af því að skaða mín á lengri röð, eða þegar lengra er litið, þá hefur þetta svo mikla þýðingu. Það gerir það fyrir einstaklingin. Þetta snýst svo miklu meira en bara þessa nálaskipta þjónustu. Þetta snýst líka að einstaklingin fái aðeins með sjálfsverðingu og geti þá til þess að takast á við það sem hann ætlar sér. Skanningun náttúrulega er ekki svona þrýstingur á að fara einhvern meðferð eða eitthvað svoleiðis, heldur í rauninni bara að hjálpa þess að vera stödd. En undirbúa þau þar leiðandi líka í eitthvað meira. Er það Rauða krossinn sem fjármagnar þetta og þið getur bara alltaf sótt, eru þið eitthvað ákveðið fjármagn sem þið megið eyða eða? Þau eru bara séð það svolítið, að halda þetta. Þau beintu allan búnaðinn fyrir okkur og reddu okkur bíl og borga bensínið
Þannig ég veit í rauninni ekki hvort það sé búið að ákveða, ég held að alltaf bara sjá hvernig það myndi ganga. En svo búin að vera fjárhagnir fyrir okkur, þannig að við eigum hellinga pening akkurat núna. Þannig að við erum mjög heppnar með það. En þetta mjög ódýrt verkefni og verkefni í Reykjavík, ég man ekki hvort það sé ekki bara, hvað kostar það ári? Það var ekki mikið, það myndi allt sjálf að vinna á sprautur og þetta ekkert dýrt. Það kostar nokkra krónur einn sprauta, þannig að og svo eins og fyrir sunnan hafa það verið bensínstyrki frá olíufélögum og svoleiðis, þannig að þetta mjög mikið styrkir og svona sem að verkefni sjálft ekkert svo dýrt. Það skilar okkur margfalt meira pening tilbaka. Fólk að fá minni smitsjúkdóma og svoleiðis, minni sýkingar. Svo hávatnið nú kostar einhver 14 milljónir fyrir einstaklingin, tekur nokkrar vikur. Já, HVF náttúrulega yfirleitt, Lifrarbólgusykur tekur 14 vikur, það kostar 14 milljónir. Þannig lifrarbólgu átak núna á Íslandi sem klárast í haust, þannig að við líka leggja alltaf mikið upp úr því að ná þessum einstaklingum sem fyrst að fara í meðferð því að hún frí. Og orðið miklu betri, þetta bara töflumeðferð núna og ekki miklar aukaverkanir, þannig að við erum ekki að benda fólk á það því að eftir hausti þá þetta ekki frítt lengur. Þetta bandarískt lyfjafyrirtæki að gefa Íslandi með lyfin til að lækna alla Íslandi. Það var markmiðið alltaf. Það þyrfti að gerast á 3 ára. Í viku í haust. Það síðustu getur alveg farið fram hjá manni, maður hefur ekki verið valið. Já, maður hefur þetta ekki mikið umræðinni. Það nýlega búið að vera að segja frá árangri. Það rosalega góð. Man ekki var ekki eitthvað 80% sem búið að ná að læra. Það sem eru bara lausir. Já. Ótrúlega góður árangur. Þannig að það var pínu kjánalegt á Akureyri að þetta væri í gangi þessi meðferð en hvergi hægt að fá gefin sprautur. Það svona læknaði en það sem ekki hjálpa þér samt að En hafið þið verið mikið að fá þú veist eins og einhver sýkt sár og eitthvað svoleiðis, hafið þið þurft að sinna því? Ég man eftir einum einstakling sem kom og þá þurftum við bara að vísa lengra sko. Já. Frekara mat. Þannig að þetta svona eins og aðalega viðvera, þú veist, bara svona svo á vaktinni bara. Eða sitjið þið í bílnum í þessa 2 klukkutíma að bíða eftir einhver hringi eða þið bara með símann og það hringt að fara í stað? Sumar fara á kaffihús bara að spjalla en svo stundum höfum við bara verið heima og förum það bara ef það kemur. Og við erum með herbergi fyrir Rauða Kross húsi sem við getum fengið að nota. Og með nemendur hafa rosa mikið að sitja bara að læra þar og svona. Ég rosalega ánægð að segja þetta þegar við vorum að klára bara hlustum í hausinn. Þú veist, maður náttúrulega fyllist alveg orku þegar maður fær fyrirlesturinn frá henni Helgu sem var svo frábær. Og bara aftur þú þetta áfengi að miklu verra fyrir þetta bara að fara út til og sveppi skilu. Það viðhorfið var allt öðruvísi og það var svo gott að sjá þetta. Já, bara sjá það líka sko. Og svo bara kom maður út og ég flutti ekki til Reykjavík þannig ég get ekki tekið þátt eða gert neitt eða hjálpað. Það var svo fullur af krafti sko þannig að ég rosalega ánægð að sjá þetta. Það var náttúrulega Svölus eða svo opnar hún sko það sem maður hélt að maður væri mjög opinn fyrir þessu svo kemur hún og opnar ennþá meira. Já. Hún sérst verkefnastýrinn fyrir Frú Ragnheiði. Já, nákvæmlega. Þetta svona gott að fá aðra sýn eftir maður í rauninni elstu til þess að bara maður líka farða í vöggugjöf þess að í rauninni hvað bannað og hvað ekki bannað. Já, og við dæmum þetta fólk ósjálfrátt sem vont fólk. Já. Við erum svolítið bara búin að ákveða þetta er bara einstakling sem vondur. Þetta svo langt frá því sko. Og það líka rosalega finnst mér gott að hugsa þetta út frá svona áfallasögunni. Að við höfum öll einhverja sögu á bakið. Þetta mismunandi hvernig við vinnum úr því en við fáum líka mismunandi tækifæri til þess. Þetta alltaf búið að gera strax. Það akkurat ár í dag sem við skiljum ritgerðina okkar. Minninga á Facebook bara í dag skiljum við ritgerðinni. Það byggjast sem við ekki við að þetta gera svona hratt. Það er frábært líka að sjá að ritgerðin verður til þess að verkefni fara af stað sko. Já, maður er svo þakkláttur fyrir þetta. Þetta er mikil vinna.
Jæja, eru fleiri spurningar? Þetta er bara glæsilegt hjá okkur og bara kæra þetta. Flott verkefni hjá okkur.